Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Komið sæl og velkomin í Suðurnesja Magasín, vikulegan þátt úr smiðju sjónvarps Víkurfrétta fyrir Hringbraut og Víkurfréttavefinn www.vf.is. Það talsverð hreysti í þessum þætti. Við byrjum hann með Arnari Má Ólafssyni úr Grindavík. Hann var orðinn 130 kíló og fannst kominn tími til að taka á lífi sínu. Hann hóf því að ganga á bæjarfjalli Þorbjörn í Grindavík. Hann fer stundum margar ferðir á dag upp fjallið. Einn af sonum Keflavíkur nýlega fallinn frá. Viðar Oddgeirsson var ötull í að skrá sögu Suðurnesja og eftir hann liggja 5.000 myndbandsspólur hjá byggðasafni Reykjanesbæjar. Tókum hús á byggðasafninu og komumst að því að mikil verðmæti liggja í gömlum og nýjum myndum. Stefán Sturla tollvörður sem hefur gaman af því að rífa í stál. Hann æfir lyftingar í massa í Njarðvík en Stefán, eða Spjóti eins og hann kallaður, bjó tíma með Jóni Páli Sigmarssyni, sterkasta manni heims. Við kíktum á æfingu með Spjóta og fengum sögur úr ræktinni. Menningarvika Grindavíkur framundan með fjölbreyttri dagskrá. Við ræddum við Björgu menningarfulltrúa það sem framundan, en við byrjum hins vegar í fjallgöngu. Komið með okkur á fjöll. Segðu mér Arnar, hvernig kom það til að þú byrjaðir að tölla hérna upp? Þorbjörnin? Ja, það var bara því að ég var allt og þungur og þéttur, mikill. 130 kíló og það var ekkert annað stöðunum bara að byrja einhvers staðar. Maður þarf að byrja einhvers staðar. Og hvernig datt þér í hug fjallgöngur og Þorbjörnin? Sko, ég var í fótboltanum, en einhvers staðar þarf maður að byrja. Finna það sem maður finnst skemmtilegt. Þegar ég vil finna einhver hreyfingu sem mér finnst gaman. Og þá byrjaði ég bara náttúrunni, því náttúrun yndisleg. Það bara paradís. Þetta allt öðru heldur en að vera inn í tækjasal og lyfta lóðum, þannig ertu með útivistinni í leiðinni. Já, klárlega sko. Algjörlega, ég meina, akkur ekki að nýta náttúruna eins og vegum í þessu Grindavík. Þetta bara paradís. Hvernig þú ert að fara stundum alveg nokkrum sinnum á dag, hvað hefur þú farið mest? Ég fór 15 ferðir í fyrrasumar. Það var rosalega gaman, en erfitt í lokin. Það á einu degi og hvað ertu lengi upp og niður? Á góðum degi, í góðu veðri, engin snjór, engin hálka, það svona 4-5 mínútur, max. 4-5 mínútur að hlaupa upp, segir þú? Já, göngustafi, að 5 hraðar upp, einum meira á. Og hvernig þú varst 130 kíló og hafa þau öll fókið einhvern veginn bara með fjallgöngunni? Já, algjörlega. Bara á einhverjum, ég búinn að vera í fjallamennsku í 6 ár. Og ég renni að þetta ógeðslega gaman, rosalega. Svo ferðu líka svolítið fjöllin og gönguleiðir henni kring, eða ekki? Jó, Reykjanesið og allt saman. Allt þetta er bara æðislegt. Þetta er bara paradís. Er fólk kannski átta sig ekki á því að við eigum fullt af flottum gönguleiðum og fjöllum hérna á Reykjanesinu? Já, nákvæmlega. Bara leiða fólk bara fer, klæðir sig eftir veðri. Veðrið er bara eins og hugafar, skilur. Mér finnst þess að það er aldrei neitt vont veður á Íslandi. Það er bara að klæða sig vel, fara út. Með kakó og með nesti, svo bara fara röll upp á fjöll einhvers staðar, hreyfa sig, útivistinn. Þú sleppir væntanlega ekki mörgum dögum, ertu að fara bara á jólunum og hvað hérna? Já, alltaf jólunum. Það var ekkert ekki einn frídag jólun. Það var gengið alveg bara frá 5 mótnana og borða mat á jólin, svo bara halda hann göngu. Og verður ekki bara hálf fúll eða þú kemst ekki Þorbjörnin á einhverjum tilteknum degi? Jú, þá er eiginlega bara ónýtur, bara eins og þessi veikur. Og svo slappur eitthvað. Er þetta orðið bara fíkn eða? Já, það er orðið hreyfifíkn. Það er til matafíkn. Hún er farin, nú er bara hreyfifíkn tekur við. En þú ætti ekkert að fara að hætta? Þú bara munt ganga Þorbjörni bara þá til yfir líkur eða? Já, ég ætla bara, nú er ég bara komin, nú ætla ég bara að stefna hærra á toppinn. Fara meiri göngur, lengri ferðir og svona. Og ég er bara að halda áfram. Þetta er bara æðislegt. Er eitthvað stærri fjöll? Hefur þú farið eitthvað svona hærri fjöll? Nei, mér langar rosalega að fara við Þórsmörk og Landmannalaugar. Kannski Everest? Nei. Það er kannski full langt þangað.
Þetta náttúrulega orðið svolítið létt fyrir, þetta ekki í þrjusu formið, þú hleypur þetta örugglega bara upp og blæst ekki úr nös. Já, það má segja það sko. Þegar maður er á göngustæði, þá fer maður hraðar og svo hleypur niður fjallið. Það var engastund. Ég er klukkutíma heim frá mér, hingað upp og niður Þorbjörn og labba heim aftur. Klukkutíma. Það er ekki langur tími. Svo þeir sem fara upp, þeir fá að skrifa nafnið sitt í bókina. Já. Nafnið þitt ansi víða í þessari bók, eða ekki? Jú, það má segja það, en það er kannski, maður er að skrifa nokkuð oft í bókina. Og það er svona smá pása hjá mér núna í bókinni, þannig ég klára ekki bókina, þriðju bókina á örfáum tíma. Já, þú varst bara að stoppa þér af. Já, það má segja það. Það er kannski, já, nú fer ég bara aðeins eina ferð á dag kannski og skrifa einu ferð á dag. Hvernig finnst þér, eru Grindvíkingar að fara svolítið hérna upp og nota fjallið? Já, mér finnst það er bara aukning með við fyrra. Bara leiði að, eins og núna er gott við sól úti og svona, bjart úti og svona, en akkur ekki bara skella þér í gönguskóna og labba upp. Í staðinn fyrir að vera heima í sófanum. Ég meina, Ég segi það. Ég meina, það er bara svoleiðis. Ég meina, manni líður líka svo vel ef maður fer í fjallgöngu, fer úti, kemur heim, endan nærður, sko. Það er bara svona, hann getur fengið sér kakó og svona kemur heim eða eitthvað. Þetta bjargar bara deginum, væntanlega. Já, algjörlega, sko. Ég meina, þú verður bara allt annar. Byggðasafn Reykjanesbæjar varðveitir í dag 5.000 myndbandsspólur frá Viðari Oddgeirssyni. Viðar starfaði hjá RÚV í 3 áratugi, meðal annars sem kvikmyndatökumaður og fréttaritari á Suðurnesjum. Myndbandasafn Viðars eru mikil verðmæti fyrir byggðasafni í Reykjanesbæ sem vinnur að því að koma safninu á stafrænt form. Sagan er náttúrulega sífellt að skapast, bara með við erum að tala hérna núna. Já. En hversu mikið er einhvern veginn óunnið á þessu safni? Það er alveg óendanlegt. Það er, það sem okkur finnst áhugavert er ekki endilega það sem næstu kynslóð finnst áhugavert. Þess vegna skiptir svolítið máli að hafa svolítið víða söfnum. Og við myndum kannski vera að hugsa mikið svona myndir og svo kemur eftir kannski 20 ár þá kannski finnst fólki einhvern veginn allt annað skipta máli. Ef við hugsum bara 20 ár aftur í tíma, það er ekki alveg það sama sem að gildir í dag. Þannig að það skiptir máli að eiga svolítið svona fjölbreytni og hafa möguleikann. Þetta sé ekki einhvern veginn bara búið, hafa möguleikann að vinna úr þessu. En til þess að þetta nýtist þá verður þetta að vera á því formati sem fólk getur notað. Þannig að þetta verður að vera á stafrænu formi, hvort sem eru þetta myndefni, myndefni hans heimis, þetta verður að vera þannig að þú getur komist nálægt þessu gegnum tölvu. Og það er bara lykilatriði. Og þetta á Viðar Oddgeirsson nánast allt saman? Já, þetta er rauninni hans svona öllu leyti hans safn eiginlega. Hann hefur verið að safna þessu hjá Ríkisútvarpinu, mikið af hans eigin upptökum. Og svo höfum við líka fengið svolítið frá fólki hérna í bænum, svona einstaklingar sem hafa verið að taka litla 8 mm vélar. Við höfum fengið það og hann hefur verið að yfirfæra það á annað format. Og fólk hefur einmitt notið þess að sjá brot úr þessu safni í lífi í bænum, það er rauninni hér. Hversu mikið, það sem hann nýlega fallið frá, hversu mikið var hann búinn að færa yfir? Hversu mikið verk er kannski hérna eftir? Já, það er eiginlega vandinn því að hann þekkti þetta safn mjög vel og kannski svo vel að engin annar í rauninni veit alveg nákvæmlega hvernig þetta sem stendur. Öll þessi skráning er frá honum. Þannig að það þarf einhver sem að þekkir vel til þessar tækni að koma hérna inn og átta sig á því hvað mikið er eftir og hversu auðvelt það er. Þetta eru nokkrum tæknistig hérna. Sumt er mjög einfalt að færa yfir, annað er flóknara. Þannig þetta þarf, hann fór svona svolítið hratt frá okkur eða fljótt frá okkur og það var mikið verk eftir hérna. Já, hérna er náttúrulega, þetta er jafnvel með því dýrmætasta sem er hérna á safninu. Hérna eru myndir af fólki, daglegu lífi einhvern veginn í bænum og íþróttum og atvinnulífi og hvaðina. Já, þetta er alveg ómetanlegt algjörlega.
eins og ég sagði áðan, sko, myndir, allt myndefni bara verðmætt. Já. Og allt sem maður getur, og það auðvelt að vinna, ef maður kemur því á stafrænt form, þá auðvelt að vinna það á skemmtilega máta. Og sú kynslóð sem að vaxa upp núna, hún hugsar örugglega allt með myndir, allt sem að fer út á vefinn. Og því meira efni sem við eigum sem hægt að velja úr, það sé ekki búið margnota sömu spólurnar aftur og aftur, þá bara gott að eiga svolítið fjölbreytni líka. Þú getur valið úr og skeytt saman allavega, þannig það er hellings svona hráefni hérna til þess að nýta fyrir framtíða kynslóðir sem að eiga örugglega eftir að meta þetta enn meira við, sko. Ekki fara langt, við höldum áfram eftir örfá skilaboð frá aðilum sem hjálpa okkur til að halda úti þessum vikulega þætti frá Suðurnesjum. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Þú finnur Netto-verslanir á 15 stöðum á landinu. Verið velkomin í Netto. Við tökum vel á móti þér. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Stefán Sturla æfir kraftliftingar hjá Massa í Njarðvík. Hann segir aldur ekki skipta neinu máli í sporti eins og liftingum, eins og Eyþór Sæmundsson blaðamaður komst að þegar hann ræddi við Stefán Sturlu á dögunum. Segðu mér Stefán, hvernig kemur það til að þú færð að rífa í stálið á sínum tíma? Ég var að æfa frjálsar hjá IR í Reykjavík. Ég byrjaði þar í mars 77 og þar hjá Guðmundi Þórðarsyni, frjálsarþjálfara IR og þar var liftingarsalur undir Baldursáanum í stúkunni í Laugardal og ég þar kveiknaði áhuginn á að lifta og hlaupa og æfa frjálsar og síðan það sumari 79 þá var allt lokað, þá var bara sumarleyfi, allt lokað í Laugardalum í stúkunni og liftingarsalur. Þá fór ég yfir í Jakkaból sem var næsta hús við Valbjarnarvöll og fór að æfa þar. Þar hitti ég öflugustu menn Íslands Og heims jafnvel? Ég til heims, seinna var sko. Og þar, ég rölti frá Valbjarnarvelli yfir í þetta var lýtingadeild KR sem var með þetta og ég keppti fyrir KR á tímabili og þarna voru hrikalegir lyftingamenn, kraftlýftingamenn og ólympískir lyftarar og þar kynnti sig Jón Páli. Þá var ég verið 19 ára og hann 20 og upp á því vorum við að æfa saman og borða saman og éta þetta. Svo eitt seinna með þá vorum við að búa saman og það var minn fyrsti sambýlingur, það var Jón Páll Sigmarsson. Leigðum kjallarinn hjá mömmu og æfðum saman og gerðum allt saman, bestu vinir. Sambúðum með Jóni Páli, ég get ekki sleppt að spyrja það út í það. Hvernig var það? Tveir ungir menn sem gerðu kannski lítið annað en að lyfta og borða eða? Já, það var þannig, við æfðum alla daga nema sunnudaga og við fórum saman í innkaup, Kaupmannahöllinu og niður í Glæsibæ. Og ég var með þá svona 5 lítra mjólk á dag, það var með svona 8-9 lítra. Og eina vikuna fórum við í 3 hryggi og 2 læri eina vikuna. Þannig að það var mikið étið og það var sitthvað kartón og kókumjólk á dag. Svo að fara niður í sól til Davíðs G. Þorsteinssonar og náði próteinduft. Ég kallaði lítalakki í svona áldungum. Það var étið þess á milli og
og þannig að við vorum, það var yndislegu tími að vera með Jónballi sko. Ekki nema bara yndislegu maður og skemmtilegur og góður æfingafélag, góður vinnur. Já, var hann svona þessi stóri karakter eins og menn tala oft um? Já, hann mátti ekkert illt sjá og var alltaf kátur og glaður og það var akkurat í eldhúsinu hjá okkur sem hann, þegar maður sagði þegar hann átti á pönnunni, hann átti ekkert að borða ekkert að disk lengur, það var bara pannan, hann eldaði alltaf mati, hann var góður kokkur og hann sagði að hann var að borða ekkert að læra pönnunni sko. Spjóti, ég ætla að vera sterkasti maður í heimi, ég ætla að vinna kastmaður og þetta er líklega 1981 sem hann sagði þetta sko. Hvað voru lyftingarna svona fyrir þér? Sko ég var þetta bara alveg rosalega gaman að lyfta sko. Félagsskapurinn og ennþá dag í dag því ég er að fara á mótin og núna bara daginn það var móti í Laugardalshöll, Reykjavíkurleikarnir og það er eins og hitta gamla ættingja bara sko, svona ættamót þegar maður hittir gömlu félagana og menn eru dómarar og aðstofamenn og menn horfa á og hitta gömlu félagana, það er alveg yndislegt sko. Hvað er svona sérstakt við massa? Já, Massi er ekki ein stór stöð sko, en ég kem hingað fyrir 9 ára, þá er bara mér vel tekið á góður andi hérna og einhver andi, gamall andi sem ég fílaði alveg í botn sko og mjög góða græjur. Það er ekki víða sem þú gengur inn í líkamsstöð og ert að sjá þessa stöng hérna. Þessa kraftleika stöng, við bestu stöng í heimi, getur besti búnaðurinn. Ég er búinn að prófa í Reykjavík stangi frá Rússlandi og Úkraínu, þetta er ónýtt rast. Þessi stöng getur við átt næstu 10 árin án þess að sjáast á henni. Hérna er besti búnaðurinn og ég var bara alveg að fíla þetta í botn sko. Og mikið ungu fólki og sem gerir mig það bara ennþá yngri sko. Þegar ég er dálítið aggressífur, er náttúrulega keppnismadur þegar maður er búinn að búa með fjórfaldur sterkasti manna heims. Þá getur ekki annað að vera keppnismadur í þessu. Já. Hvenær ætlar að hætta að lyfta? Verður það einhvern tímann? Já, ég vona aldrei sko. Og þannig í dag, svo konan var að skjóta mig í gær sko að ég sagði, ég ætla nú í massi fyrirmáli, Inga mig, ég hef ekki farið í hálfa mánuð og flensan er að fara úr mér og hún sagði, Æva, þú ert mest að kjafta. Ég heyri það búið bara að kjafta við kallar, þið kjafti bara. Svenna og Sverrir og Hemma en ég vona bara að Guð og lökki gefi mig það að ég megi bara vera áfram í þessu farvegi og það er svona smá, ég er svona stefna að maður hafa alltaf eitthvað markmið sko. Ég hef seltið unga fólki, hafa markmið sko. Það er ekki nú bara æfa, hafa einhverja yfirsýn hvað maður ætlar að gera sko. Og mér langar rosalega að keppa þegar ég er 60, stefna á að það er náttúrulega að þá bæta mig, ég ætla að bæta mig í beygjunni, ég á Íslandsmeti í beygjunni í mínu flokki, í mínu öldungaflokki og bæta það eru 255 kíló, það er ekki neitt sko. En ég stefna á að vera svona, ef Guð lofar að maður geta keppt aftur 60, því að menn er að keppa í kraftlýtingum alveg fram í rauðan dauða. Langar aðeins byrjuð lyfjanotkun. Já. Og þú talar mjög opinskátt það, sínum tíma. Já, jú. Og taldir að vera forvarnagildi í því að fólk myndi heyra þína sögu. Já. Þú segir okkur aðeins frá því? Já, ég misnotaði anabólska sterað þegar ég var ungur maður og ég sagði mína sögu í Helgapóstinum á sínu tíma og ég hef ekki séð álíka svona sagt frá að einhver komi og segi frá sinni reynslu af sinni steraneyslu. Ég var ungur maður og vitlaus og ég átti þessa brjósik og það endaði með því að ég var lagður inn á spítala og með mjög léleg nýru, annar nýra mér var nánast óstarfhæft
og ég bara heppinn að vera bara hérna megin, sko. Hvernig finnst þér á þeim tíma kannski, hvernig var lyfjanotkun þá í sportinu miðað við kannski núna? Já, mér finnst þetta vera miklu verri í dag, sko. Ég verið mikið var við þetta og þetta er mikið notað og núna líka verið að menna að nota mikið eiturlyf með þessu, amfetamín. Og þetta er mjög slæmt í dag, sko. Búið að vera í mörg ár og það er enga forvarnir, sko. Nei, vantar meiri umræðu þetta? Vantar allar umræðu, þetta er feimnismál. Ég sé alveg þegar menn að koma hér, ungi strákar, fullir af eitri, sko. Ég beða bara að fara eitthvað annað, sko. Ég þekki þetta alveg og menn velkomin að æfa hér án lyfja, sko. Við erum lyfjalausi hér í massa og viljum vera það. Og þetta er mikið vandamál og það eru engar forvarnir. Ekki frá landlækni eða heilbrigðisyfirvöldum. Það er mjög slæmt. Helgina er safnahelgi á Suðurnesjum þar sem öll söfn á svæðinu verða opnuð landsmönnum. En einnig á sama tíma er menningarvika í Grindavík. Við ræddum við menningarfulltrúa bæjarins það sem er framundan. Er ekki nóg framundan í menningarlífinu í Grindavík? Jú, nú er að hefjast menningarvika. Hún byrjar núna 10. mars og stendur til 19. mars. Og það er mikið og fjölbreytt menningarlíf sem býður Grindvíkinga og gesta þessa daga. Hverju megum við eiga von á? Er eitthvað svona skemmtilegt sem munið breyta upp á öðruvísi heldur en kannski áður eða svona eitthvað frumlegt og skemmtilegt? Já, það er svona bæði og. Við verðum náttúrulega verið með sýningar á myndlist, við verðum með leikhússýningar, við verðum með viðburði sem krakkarnir eru að taka þátt í hérna, bæði heimamenn sem eru tónlistamenn og eins aðkomnir. Og það sem er kannski, það sem við erum að prófa svolítið núna, við erum að fókusera á orðið saga. Og þegar maður hugsa orðið saga þá getur maður velt fyrir sig hvort það sé mannkynssaga eða hvað það er. Það getur líka verið persónusaga, það getur verið legasaga ef maður vill. Og það er svona þema vikunar. Og eitt af því sem við ætlum að gera er að vera með kvöld í Gjánni þar sem að Grindvíkingar, innfæddir og aðfluttir koma og segja sína sögu. Þeir eru frá öllum heimsins hornum. Og þeir ætla að koma með bragð frá sínum heimaslóðum og það verður kaffi og við gæðum okkur á meðan við hlustum á frásagnir þeirra. Og eru þið búin að ná að plateka fólki í það til að stíga á stokk og segja sögu? Já, við erum með alveg einstaklega duglega samstarfskonu mína sem er búin að fara á milli manna og fá þá í lið með okkur og þetta verður vonandi stórt og skemmtilegt kvöld og forsetinn er búin að boða komu sína og þannig að þetta verður vonandi eitthvað sem við eigum eftir að muna og þá erum við líka að búa til sögu. Þetta er ekki ósvipað að þeir eru stundum með hérna á bryggjunni þegar við erum með kaffihúsi. Það mæta stundum svona einhverjir og sitja fyrir svörum og segja sögur. Já, það að segja sögur er svo óskaplega dýrmætt bara til að fá að kynnast og læra og fræðast. Ekki bara einhverja almenna hluti heldur líka fólkið sjálft og bakvið. Og þeir á bryggjunni verða með okkur í liði líka. Þeir ætla að fá Guðna Ágústsson og Jóhannes eftirhermu til að koma og vera eitt kvöld og þá getið þið rétt ímyndað ykkur, það verða einhverjar sögur sagðar og þá kannski erum við komin líka eftir þessu skilgreiningu á sögu, kannski slæðast einhverjar ýkjusögur eða legasögur eða eitthvað þar á milli með. Hvað finnst þér svona annars menningarlífið bara almennt í Grindavík? Er það nokkuð öflugt? Já, það er öflugt, það má alltaf bæta en Grindvíkingar eru miklu söngmenn sýnist mér og eru duglegir að skapa sjálfir og eru ekki alltaf að fá aðkomið. Það skiptir miklu máli og maður sé ekki alltaf þiggjandi heldur sem maður líka gerandi og mér sýnist þeir vera duglegir við það. Talar þessar sögur, þannig var þetta náttúrulega áður fyrir. Það voru bara inn á kaffistofum þar sem fólk hittist, þetta voru bara sögur. Núna höfum við internetið og sögurnar okkar eru að skapast einhvern veginn þar en þetta er þessi gamla sagna hefð sem þið eru kannski að reyna að halda í núna.
Já, og ég held að við bara, mannfólki þurfum að vera duglegt við að halda í vegna þess að, og sérstaklega þegar samfélag okkar að breytast svona, það að koma fólk til okkar sem getur átt rætur langt í burtu, að það getur verið óskaplega dýrmætt fyrir okkur að fá að kynnast í og það líka samfélaginu sínu sem það að setja stað í og það gerum við kannski einna best með að fá að kynnast fólki persónulega og persónulega nótum. Ef við snýjum nú kannski aðeins upp á hendina þar, hvað svona stendur kannski upp úr í þessum menningarviðburðum sem eru framöndan? Já, þess að segja, maður má ekki gera upp á milli barnanna sína, sko. En mér finnst spennandi að koma hérna brúðuleikhús, þar sem það heitir Íslenski fíllinn og það verður sýning fyrir grunnskólakrakkana og leikskólakrakkana og það er ókeypis leiksýning sem fjallar einmitt þetta samfélag sem er að breytast og fólk sem er að koma annar staðar að og ætlar að samlegast samfélaginu. Svo erum við að fá, og við erum svolítið mikið að leggja áherslu á börnin líka. Við fáum til dæmis svona Sprengjuköttu sem er frægur vísindamaður og er ofsalega duglega við að hvetja krakka til að leggja stund á vísindanám. Við fáum líka Sævar sem er stjörnuspekulant mikill, þannig að hann ætlar að koma eitt kvöld, þannig að það er fullt af alls konar. Leið og við þökkum fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurfrétta. Við erum að gefa út fréttablað hér í hverri einustu viku sem dreiftir inn í öll hús og fyrirtæki. Við erum líka á vefnum vaff.is, nýjar fréttir alla daga vikunar. Og fyrir kylfingana, við erum með vefinn kylfingur.is, nýjar golffréttir alla daga ársins. Þið getið séð þennan þátt og eldri þætti á hringbraut.is og einnig á Víkurfrétta vefnum, en svo erum við líka mjög duglega á samfélagsmiðlunum, meðal annars Facebook og fleirum. En við erum alltaf að leita eftir efni og erum í raun á veiðum eins og þessi kappar hér. Láta okkur endilega vita að góðum hugmyndum að efni í þáttinn. En við þökkum fyrir okkur á sinni, sjáumst á vikuleiðinni, verið sæl.